Það var ekki alltaf verið svo einfalt að maður geti bara labbað hérna inn í ríkið og keypt sér bjór. Nei, það er ekki nema rétt 30 ár síðan að bjórinn var afturleyfður á Íslandi. Í þessum þætti á eitt og annað ætlum við að fjalla bjórframleiðslu. Við ætlum að byrja fyrir austan á bjórnum Beljanda í Breiðdalsvík. Þeir Elís Pétursson og Daði Hrafnkelsson eru eigendur brugghússins Beljanda sem opnað var á Breiðdalsvík í sumar. Báðir eru þeir breiðdalingar, Elís býr á staðnum en Daði hefur búið í Danmörku árabil. En af hverju brugghús? Þetta er svolítið skemmtileg saga. Við vorum báðir í sikkuru horninu á þess að hafa nokkurn tímann ræst við þetta að spá í að opna brugghúsina. Og við vorum meira að segja báðir með sama nafni í huga á brugghúsi. Og svo 2015 á hreindýrasísonu þá hittust við á hreindýraveðar og eftir veðarnar þá fórum við bara að spjalla saman, fór sér glas eftir veðarnar og svona og þá byrjar náttúrulega umræðan hvernig er komið fyrir þorpinu og hvað þarf að gera og hvað er hægt að gera og svo framvegis og þá komið þetta upp og þú veist, það var ekki liðið meira en svona kannski fram í hálft kvöldi þá voru við eiginlega búin að handsala bruggarar hafa alltaf haft svona svolítið töffara status í mínum huga bara eins og allt, svo er þetta líka mjög mikið handverk alveg eins og að baka eða þú veist hvað þú vinnur í höndunum ég hef gaman að því sjálfur og en ég veit það ekki ég get nú ekki sagt að ég hafa haft þetta sem einn æskudraum hann eiginlega bara kviknaði þarna svona fyrir fullt og allt þetta kvöld þarna örlagaríka kvöld með viskíflöskunni en já, bara mikill áhuga á bjór og í rauninni áhuga á að gera eitthvað hér okkur langar til þess að skapa störf og skapa einhverja stemmingu Brugghúsið er í einu af elstu húsunum á Breiðdalsvík en tækjakostinn keyptu þeir félagar frá Danmörku. Við ætlum að taka þetta hús algjörlega í neði, það var bara ónýtt, það var svona skemma. Þetta var uppalega sláturhús, svo var rækjuvinnsla hérna, það var fiskvinnsla hérna, bifreiðaverkstæði og verkstæði frystihússins lengi allavega í Jógöti. Já, svona. Hérna á Breiðdalsvík. Þetta er byggt sem sláturhús náttúrulega uppalega. Það var rétt niðri, þar sem að bruggræðirnar eru, svona í bruggsalnum, þar sem klósettin eru, þar var skotið. Þannig að það er margir draugar þar, jarmandi og beðlandi og svo í bruggsalnum sjálfum þar var sem sagt flegið og tekið innan úr og allt það dæmi og hluta niður og svo voru gærurnar saltaðar hérna uppi og sem sagt á þessu lofti hér sem við erum á núna sem er barinn okkar og hann heitir þess vegna gærurloftið. Elís og Daði segja móttökurnar í sumar hafi farið fram úr björtustu vonum. Þú veist, mörg brugghús er náttúrulega þannig að það er bara brugghús og þú getur ekkert heimsótt þau eða þú veist ekki hort á þetta hvernig þetta fer fram. Mér fannst alveg nauðsynlegt að þetta væri þannig sett upp, þú gætir komið og fengið þetta aðeins í nefið, bara lyktina í brugghúsinu, það er verið að brugga, það er verið að bralla við þetta og þú getur fengið þér bjór, hort á menn verið að vinna við þetta og já, þetta er svona okkur fílingur. Þetta er orðið eins og bara samkomuhús, það er eins og endur lífga við gamla samkomuhúsi, við erum verið að halda stoppfundi fyrir félög og pókermót og fólk kemur hérna og spjallar yfir kaffi, það er ekki allir sem fá sér bjór, þú veist. Spila púl. Já, spila púl og þú veist, þetta Horfa til gluggann. Og gaman, Það er eitt að fá hugmynd og annað að kunna búið bjór. Hvað gerist þarna á milli? Það er bara að fá hugmynd og hugsa svo ekkert meira og svo kemur þetta bara allt saman. Það er ángríns, þetta svoleiðis. Þetta verkefni er bara búið að vera svoleiðis. Við höfum held ég bara aldrei sest niður og gert eitt einasta plan fyrir neitt, Við erum alltaf báðir í rekstri í einhverju öðru, og bara við vitum það alveg báðir við töluðum það, við höfum aldrei gert neitt jafn kæruleysislega og við höfum gert þetta, Það er hellingur af brugghúsinu í heiminum og fyrst aðrir getur gert það, þá getum við alveg klárlega líka. Það er bara þannig með allt, En þurfum við ekkert á námskeið til að læra að brugga bjór eða er þetta bara YouTube? Þetta er YouTube og hringja í og kynnast góðu fólki sem getur sagt manni, gefa manni góð ráð, Það er alveg, þess við erum að taka það fram líka, þessi bransi er rosalega svona vinalegur, Alveg svakalega. Mikróbrugghúsin eru meira en til í að hjálpa ef það eru vandamál og það myndi vissulega hjálpa að fara á námskeið, það er engin spurning og kannski gerum við það, en þetta nú gengið ágætlega svo far. Sem stendur eru 2 tegundir af bjór bruggaðar hjá Beljanda. Annars vegar Beljandi sem er pale ale og það er raun og veru svona frekar easy going bjór, auðdrekkanlegur og er svona competitive við, hann er léttur, þetta er ekki mjög bragðmikill bjór. Svo erum við með IPA sem heitir Spaði, Indian Pale Ale. Það er bara rosalega skemmtilegur bjór að brugga, mjög bragðmikill og gefur þeim sem eru kannski
ekkert rosalega vanið við að smakka svona öðruvísi bjóra, svona ákveðna einsýn í það. En við ættum náttúrulega að brugga fleiri tegundir. Við náttúrulega opnum 17. júní á þessu ári og síðan þá erum við bara búin að vera að elta skottið á okkur með að reyna að hafa við að framleiða sko, sem við höfum reyndar aldrei við að framleiða. En þess vegna hefur við ekki bruggað sko fleiri tegundir. Við erum búin að hanna nokkrar fleiri tegundir og leið og við bara höfum tíma og tækifæri til, þá munum við brugga þær og lönsa þeim á okkar bar fyrst náttúrulega og svo svona á svæðinu. Barborðið er það sem vekur sérstaka athygli gesta sem heimsækja beljanda, en það er þakið gamalli mynd. Við vorum í raun og veru bara að ræða þetta hvað við ætlum að setja á barborðið og Andri félaginn minn hann var búinn að sjá þetta á YouTube og við svo sem líka sko og fórum, ég og kona mín Helga og vorum svo sem bara svona, fannst þetta töff, kíktum á þetta á YouTube hvernig það væri gert. Svo auglýstu á Facebook eftir hvort að einhver ætti í gamla mynd. Það var einn kona í Reykjavík sem átti svona stóra glerkrukku með 100 kílóum og það var ekkert hægt að taka þetta, það þurfti bara að binda utan þessa krukku og rogast með hana til bíl og þetta var bara eitthvað blandað alls konar mynd, skilur, flotkrónan gamla og mikið af túköllum og 50-aurum og eitthvað svona dóti og við sátum heima við borðið sko hverju morgni alltaf seriósið og vorum að flokka þetta sko í alveg fötur allt sko og svo var þetta bara tekið og all familjan sett þarna við borðið að raða penningum, líma þetta niður og lakka svo yfir. Þetta var rosa gaman sko. Þetta vekur mikla lukku. Já, það spyrja allir út í þessu. En hver eru framtíðaráformin? Já, við ræddum þetta nú bara lauslega í morgun og við ætlum bara að taka það rólega. Það er að segja að við erum með fókus á að bjórinn sé góður, þjónustan sé góð við þá sem kaupa á okkur og verðin séu sanngjörn. Þá teljum við að þetta geti ekkert klikkað sko, ef að þetta þrennt fer saman. Og við ætlum bara að halda okkur við það að brugga í rólegheitunum og sitja á kúta og dreifa því fyrst og fremst á kútum því að bjórinn bara bragðast betur á kút heldur en á flösku eða dós. Og svona ef að sá markaður fer að mettast þá kannski skoðum við að fara að dreifa þessi í vínkúðunar eitthvað svoleiðis. Það er allavega engin plönum það núna, við viljum bara fyrst og fremst hafa gaman að þessu og gera þetta vel sko. Frá Austurlandinu höldum við norður á Siglufjörð. Þar í gamla frystihúsinu er fjölskyldureykið brugghús Segull 67 er næst á dagskrá. Bruggverksmiðjan Segull 67 er staðsett í gömlu frystihúsi á Siglufirði. Það var árið 2015 sem Marteinn Brynjólfur Haraldsson, ungur siglfirðingur, fékk þá hugmynd að gaman gæti verið að koma á fót bruggverksmiðju. Eftir að hafa sannfært föður sinn og afa hugmyndina var lagt á stað og kom fyrsti bjórinn út fyrir jólin 2015. Síðan þá hefur ýmislegt gerst en í dag er hægt að fá 2 tegundir af siglfirskum bjór frá Segli 67 og ekki er ólíklegt að tegundunum muni fjölga með tímanum. Ég var kem úr þessu heimabruggssamfélagi og var búinn að vera í því í nokkur ár og haft mikinn áhuga á þessu og alltaf langt til að gera meira, brugga fyrir landan og ég var búinn að gera margar tilraunir og alls konar hugmyndir en síðan endaði með að fara og fór alveg niður í fjárhagsáætlunina og fór og náði svo að plata pappa og afa gamla heitinn í þetta verkefni með mér. Það hefur gengið bara ágætlega. Við komum með 2 bjóra sem er allan á síns hring. Það eru Original og Sjarmur, bæði lagerar, millidökkur og ljóslægir með samt meira bragði heldur en þessi venjulegu lagerbjór og þeir hafa komið báðir inn í kjarnasölu í vínbúðunum og Originalinn er nýlega búinn að fá aðeins meiri dreifingu þannig að þetta kemur hægt og rólega. Eins og flestir vita er smásala áfengis í höndum ríkisins og segir Marteinn að það sé talsvert flókið ferli að koma nýr inn á markaðinn. Það getur allir sótt sem allir framleiðendur sem einhver að byrja og getur allir sótt og þeir fara inn í reynslu. Reynslan, þú hefur ár þar og salan á vöruninni hún þarf að seljast nokkuð vel og það er hólf, ég held að segja 3 ára ári sem er teknir inn í kjarnan og það eru söluðastu bjórarnir í þínu hólfi sem komast inn og til dæmis fyrir okkur þá voru 2 bjórar í hólfinu, í reynslunni sem komast inn
og það fer bara eftir framleið hversu mikið framleiða vörun og ef hún nær því ekki þá hangir þú bara þarna í reynslunni þangað til að einhverjar aðrar ráðstafanir eru teknar en ef þú nær þarna inn þá ertu komin í kjarnan og kjarnin þýðir það að þá ertu komin með aðeins meiri dreifingu og átt á möguleika að fá ennþá meiri dreifingu eða hún selst betur. Þetta ekkert auðvelt kerfi og sérstaklega kannski mætti alveg vera opnari fyrir íslenska vöru, fyrir íslenska bjórinn en við erum náttúrulega bara að keppa við erlendan bjór líka og náttúrulega stóru framleiðendurna í leiðinni. Við báðum Martin að segja okkur söguna á bakvið nafnið. Segullinn, við erum að tengja það eins og við sjá á logoðun okkar þá erum við að tengja þarna við áttavitan, segullnálina í áttavitanum sem snýr alltaf í norður og Siglufjörður, við erum náttúrulega hérna frá Siglufjörðu og áttavitin mikið notaður í siglingum í gamla daga þannig að þaðan svona segullinn en 67, þetta happatala í fjölskyldunni og það var langjafi minn, Stefán Guðmundsson sem átti vörubíl hérna í bænum og var að keyra fiski og hans bílnúmer var F67 og síðan hefur þessi tala einhvern veginn verið inn í fjölskyldunni og poppað upp aftur og síðan var það afi minn og alnafni, Marteinn Brynjólfur Haraldsson. Hann var mikill sjómaður og átti fullt af trillum og litlum bátum og yfirleitt hans allir bátar voru með einkennisnúmerið SE67 og þannig að þessi tala hún hefur einhvern veginn poppar upp aftur en svo þegar að langjafi minn dó þá átti hann 67 börn og barnabörn, þannig að þetta happatala. Og mikið lagt upp úr því að viðhalda sögu hússins sem áður hýsti öfluga fiskvinnslu. Þetta vinnslulínan sjálf, hún var uppi og þar kom fiskurinn. Þar til hann seig svo hérna niður inn í þetta herbergi og hérna voru hraðfristi tæki og fiskurinn var hraðfristur í pönnur hérna inn í þessu herbergi og mikil hörkutól sem voru að vinna hérna niðri og þetta hamra pönnunar úr tækjunum og síðan voru þeim handlangað hérna inn í bruggsalinn pönnunum og þar var allt handstaplað og mikil saga sem við átti staðina sem okkur langar að endurvekja með tímanum og hengja upp myndir og alveg frá fiskvinnslunni, þannig að þetta svona skemmtilegu staður. Marteinn segir að það sé í raun val hvers og eins hversu flókið það að brugga bjór. Það sjálfsög ekki það mjög flókið en það alveg hægt að gera það mjög flókið. Eins og ég talaði áðan að þú getur grafið mjög djúpt niður og farið alveg niður í efnafræðina ef þú vilt og jafnvel til að gera góðan bjór þá þarftu kannski að lesa þig svolítið til og fara svolítið aðeins dýpra ofan í það. Þannig að það hægt að gera þetta flókið og hægt að gera þetta auðveldara. Þetta nefnilega mestmegnis mjög mikil vinna og aðalega í þrifnaði og öðru, þannig að þetta er ekki bara gaman en samt alveg gaman. Á dögunum kom upp eldur í hinum enda hússins og mátti litlu muna að eldurinn bærist í verksmiðjuna. Já, þetta náttúrulega var alveg skelfilegt. Maður hélt bara að húsið allt væri að fara en sem betur fer þá var brunninn á sama stað allan tíman og mikið reykur, þetta leit mjög illa út. Það skemmdi svolítið mikið af bjórbirgðum hjá okkur og við verðum svona smá lensa bjór hérna í einhverjar 2 vikur eða svo og gátum ekki selt í vínbúðirnar. En við erum svona að ná okkur eftir það með bjórbirgðirnar en annars slapp mjög mikið, eða mest allt og öll tækjun og tól eru í fínu lagi, þannig að það er bara sem betur fer. Þá er þátturinn hálfnaður, komið tími til að taka smá rólega, kíkja nokkra auglýsingar og höldum svo áfram eftir þær. Í tilefni af 30 ára afmæli bjórsins þá var einmitt bjórhátíð haldin á Kalda á þessu ári. Þar vorum við og ræddum við 3 brugghús þar, Húsavík öl, Ölfusól og svo Öldur, en þeir brugga ekki bjór, heldur mjöð. Í tilefni af 30 ára afmæli bjórsins voru 15 íslensk brugghús og 2 erlend komin saman í húsnæði Kalda á Orskóssandi.
Það ekki lengra síðan en árið 2006 að Kaldi komin á markað sem fyrsta íslenska handverksbrugghúsið og því óhætt að segja að mikil gróska hafi verið í bjórmenningu landsins á síðustu árum. Brugghúsin hafa skotið upp í kolli á víð og dreifum landið á fjölmennum jafnt sem fámennum stöðum, hvert og eitt með sín sérkenni og kúnstir við bruggið, því bjór er víst ekki sama og bjór, en síðan er líka mjöður og það er bara alls ekki það sama og bjór. Já, fólk hefur haldið að þetta sé samheiti, mjöður sé bara annorðið við bjór, þetta er ekki alls ekki rétt. Þetta er allt annað drykkur, alveg eins og vín og bjór er ekki sama drykkurinn, mjöður og bjór er ekki sama drykkur. Hver er munurinn? Já, sem sagt, bjór er bruggaður úr korni, eða sykurinn sem er breytt í alkohól kemur úr korni í bjór, en í miði þá kemur hann úr hunangi. Og hvar eru þið að brugga á landinu? Við erum staddir í Mosfellsbæ. Og hvenær byrjaði að brugga? Við byrjuðum að selja í júlí 2018. En það var einhver aðdragandi og undan því þú byrjar að brugga fyrr og er það þá bara hobby? Já, ég er sem sagt kemur heimabrugga geiranum eins og mjög margir aðri bruggarar. Maður byrjar að brugga eitthvað gott og öðrum í kringum mann finnst þetta að vera gott og þetta spinnur í kringu sig og svo langar manni til að leyfa öllum í heiminum að smakka og þá stofnar maður brugghús. En þitt starf á undan, það er í tæknibrellum og kvikmyndum en svo ertu komin hérna að brugga mjöð. Já, það er í rauninni hvað maður segja, börnin kölluðu mig heim. Ég var að vinna út allan heim að vinna við brellur fyrir bíómyndir en það var mjög erfitt að vera án barnanna og ég hugsaði bara með mér hvað er annað sem ég er góður í að gera og hvað er að brugga. Er eitthvað sem hún tekur úr tæknibrellunum, er þetta smáatriðin þar sem þú ert að pæli, hjálpaðu þér í brugginu? Ég hef nú reyndar ekki spáð í en eflaust gera það. Og hann rýkur út hérna, þú ert búinn með kútinn strax? Já, hann er búinn á innan við 2 tímum, þannig að ég held að það sé bara vel gert. En stefnan er stemt á að stækka eða kannski aðalega að koma því á framfæri hvað mjöður er og búa til svona stemmingu og menningu fyrir miði? Já, í rauninni er þetta algjörlega óplægður akur. Fyrst og fremst er að reyna að koma í veg fyrir misskilningin að mjöður sé annað orðið við bjór, en hins vegar að þá er það okkar óska að fólk fái að smakka og vonandi líkar við það sem við erum að gera. Við erum í ferli að komast í ÁTVR og í fríhöfnina, þannig að aðgengi að miði verður vonandi mun betra í framtíðin en að hefur verið hingað til. Ölfusholt, hvar eru þið að brugga á landinu? Við erum stödd í Flóanum, rétt fyrir utan Selfoss og við erum, má segja, næst elsta handverksbrugghús á landinu, stofnað 2007. Fyrsti bjóri rann aftur á móti tönkunum í byrjun janúar 2018. Nú er mikið af brugghúsum út all land. Myndirðu segja að það skiptir ekki máli hvar þú ert stödd á landinu, það er alls staðar hægt að brugga bjór og vera með bruggsmiðju? Já, algjörlega, og við sjáum það bara eins og við erum til dæmis stödd í gömlu fjósi. Við erum að sjá brugghús út all land sem hafa verið sett upp í gömlum smiðjum, gömlum húsum sem jafnvel er verið að gera upp og það er eiginlega, má segja, að sé varla það pláss á landinu, það aumdaði ekki brugghús. Gefur þetta samfélaginu mikið að vera með sinn eigin bjór? Já, ég myndi segja það. Bæði eins og til dæmis í okkur, við erum að brugga bjór, alls konar sérbjór fyrir ýmis fyrirtæki. Við erum að brugga marga húsbjóra fyrir staði kringum okkur. Síðan er þetta með túrisma. Það er komið upp hérna nokkuð sem heitir bjórtúrismi og til að það sé hægt, það þarf að vera brugghús sem víðast landið. Við erum að fá fólk til okkar í gestastofuna sem er ferðamenn sem er að hanna sína ferð í kringum heimsóknir í brugghús. Það er að koma við og spjalla og fá smá smakk. Og síðan er þetta líka, hvað var það bara, atvinnu, þannig að það er ekki spurning. Og svo auðvitað þetta félagslega. Við vitum til dæmis eins og hjá okkur hérna í Íslandi eru nokkur brugghús sem eru búin til þannig að það eru kannski íbúum með bænum að boðið að kaupa sér hlut og þannig verður brugghúsið til og allir eiga það. Það er fullt af bæjarbúum sem eiga það saman. Og getið þið nýtt eitthvað úr eitthvað nær umhverfi beint í bjórinn? Já, ekki spurning. Og það er það sem allir Ásta, bryggmeistarinn okkar, er að gera þessa dagana. Hún er mikið að nota alls konar jurtir úr íslensku umhverfi. Við erum að brygga bjór með íslensku blóðbergi. Við förum út í júlí hjá okkur og tínum bara fyrir utan brugghúsið ætihvannafræ sem við notum í skafa og þessa dagana er hún að gera tilraunir Ásta með valhumla, mjaðjurt og fleira, þannig að það er ekki spurning. Þorsteinn, þið voruð nú með eitt af yngstu brugghúsunum hérna. Hvaða gildi er það að geta tekið þátt í svona hátíð fyrir þig?
Svona hátíð náttúrulega mögnum fyrir svona litla kalla eins og mig. Þetta mjög gott tækifæri fyrir okkur að koma okkur á stað, sýna fólki hvað við höfum upp á að bjóða og annað. Þetta bara algjörlega magnað, svona hátíð. Þessi menning, þetta ákveðin uppskjöru hátíð fyrir það bjórmenningu sem að vera til í landinu. Þetta ekki eitthvað sem komið til að vera? Klálega, við Íslendingar eigum það skilið eftir að hafa bannað þetta í öll þessi ár að eiga loksins góða bjórmenningu og þetta bara klárlega eitthvað sem við eigum inni. Uppbyggingin á Húsavík, þú ert að detta í eins árs, þú byrjar á að brugga, nú er komin bar og það ýmis konar gróska á Húsavík líka, sjóböð og annað. Þetta gefur samfélaginu mikið að geta verið með sinn eigin bjór. Algjörlega, og Húsavík hefur klárlega tekið mjög stórt og gott skref síðastliðna árið með sjóböðunum. Við höfum verið svo heppin að það komið göng, einmitt núna brugghús og gestastofa. Þetta hefur verið frábært og það er bara kjörið tækifæri núna fyrir alla, hvort sem það eru útlendingar eða heimamenn að sækja til Húsavíkur. Nú er þess að brugghús á víð og dreif landið. Það virðist ekki skipta neinu máli hvar þú ert þegar þú ert að brugga. Nei, þetta snýst fyrst og fremst þann sem er á bakveða, hvaða hugmyndir hann hefur, hvað er að gerast. Við erum öll að flytja inn korn, við erum öll að flytja inn humla, við njótum góðs af íslenska vatninu. Þetta er mjög svipaður grunnur hjá okkur flestum, sko. Nærð þú mikið að nýta það sem er í þínu nágrenni í þinn bjór og tvinna það saman? Jú, ég hef verið að leika með hráefni úr Héraði. Við höfum verið að brugga með berjalingi, bláberjum, við munum vera með rabarbara. Við ætlum að halda áfram með sem sagt berin og ætlum að koma með mjög góðan IPA núna í sumar úr greni sem vex í fjallshlíðum Húsavíkurfjalls. Þín leið inn í þetta byrjar lítið en verður stórt á stuttum tíma. Hvert stefnur með Húsavíkur? Ég stefni það í að við erum bara að leita því að halda áfram með sjarman, ætlum ekki of stórt og ætlum bara að halda áfram að vera sjarmerandi, lítil og krútleg. Og halda áfram að búa til nýja bjóra? Algjörlega, rúlla þessu hratt og örugglega. Frábært, gleðilega hátíð. Kæra þakkir sömuleiðis. Árið 2006 þegar Kaldi kom á markað þá voru engin önnur handverksbrugghús í landinu. Síðan þá hefur heldur betur verið mikil gróska í þessu. Við getum ekki fjallað handverksbjór, án þess að fjalla Kalda sjálfan og við ætlum að enda á þeim. Hérna getum við bara röllt inn í verksmiðjuna. Já, hérna tökum við á móti öllum, hvort sem það séu gangandi vegfarendur eða skipulagðir hópar. Og til dæmis á síðasta ári tókum við á móti meira en 15.000 manns í kynningar og við reynum alltaf að taka á móti fólki hvort sem það er bókað eða ekki, en í versta falli ef við höfum ekki tíma fyrir kynningu þá bara gefum við þeim eitt bjór og leyfum fólki að njóta. Jæja, hvað ert að láta renna í glasi hér? Herru, hérna ætlum við að smakka dökkan kalda ósíðan, eins ferskur og hann gerist beint af tanknum. Ó, glæsilegt. Þessi er 5% sterkur og já, gerist ekki ferskan en þetta. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Hver er svona sérstaðan við þennan bjór? Fyrst og fremst með kalda er að við bruggum bjórinn okkar eftir tékknesku pilsnerhefðinni og það er hefð sem kom upp með fyrsta bruggmeistaranum okkar þegar hann fór að kenna pappa mínum að brugga því að foreldrar mínir höfðu enga kunnáttu á bjórgerð þegar við stofnuðum fyrirtæki. Og svo pössum við okkur líka með flestan okkar bjóra bruggan eftir þýsku bjórgæðalögunum eða Reinheitsgebot, þar sem við bruggum allt á náttúrulegan hátt. Það er engum aukaefnum bætt við, það er ekkert dregið af bjórnum, hann er ekki gerilsneiddur, það er ekki notuð nein róteindaefni, engin unnin sykur, þannig að þetta er eins hollur og ferskur bjór og kostur er á. Það eru margir tankar hérna, eru mismunandi tegundar bjór á hverju tank? Hvernig virkar þetta? Já, sko í flestum af þessum stóru tönkum erum við með ljósan kalda og svo dökkan kalda. Svo erum við með minni tanka sem eru 2000 lítra, þessi eru 4000. Þar erum við með tegundir eins og norðankalda, stinningskalda, IPA bjórinn okkar og svoleiðis, sérbjóra á þannig. Já. Hérna er dálítið massífi tankar og flottir. Hvað er að gerast hér? Þetta er náttúrulega pínu svona hjartað í öllum pakkanum. Þetta eru brugtækin okkar. Allt sem breytist í kalda fer í gegnum þetta ferli hér í brugtækjunum. Þarna fer fram í raun mesking, látering og humlasuða og þarna ertu í raun að búa til að breyta sterkinu úr korninu yfir í gerjanlega sykrur sem þú síðan færir í gerjunartank og með því að bæta við gerinu ertu að framleiða
áfengi úr þessum gerjanlegum sykrum. Og þetta ferli frá því þú ert búin að brugga, gerja, þangað til að kemur í flöskur, eru svona 4 til 5 vikur. Við opnuðum bjórböðin 5. júní í fyrra og hefur bara gengið alveg ótrúlega vel. Það hefur verið tekið mjög vel í þessa hugmynd og bæði af Íslendingum og útlendingum. Og já, við erum bara ótrúlega ánægð með sumarið. Við ákveðum að hafa opið allan síðasta vetur og ætlum að hafa aftur opið allan vetur núna. Og þetta hefur bara verið alveg æðislegt ævintýri. Fyrst og fremst þetta heilsulind og þegar fólk fer í bjórbað þá erum við að brugga bjór sem við förum með fyrir böðin og hann fer beint út í böðin ógerjaður. Og þegar bjórinn er ógerjaður þá hann ótrúlega góður fyrir húðina, hann mýkir húðina. En svo líka fyrst og fremst gerið sem við erum að safna hérna bara nánast daglega sem við setjum líka út í böðin. Og bruggarager sem búið að brugga bjór alveg sprengfullt af nánast öllum B-vitaminskjálunum sem alveg einstaklega gott fyrir húð, hár og neglur. Þannig að þetta ótrúlega notaleg upplifun að fara í bjórbað, þú finnur fyrir því vel á eftir og svo sakar ekki að geta fengið sér einn ískaldan af dælunni hliðin á baðinu. Já, maður ekkert að drekka úr baðinu? Nei, ég mæli ekki með því en. Það komið að lokum hjá okkur í þessum þætti og bjórþyrstir menn ekki farnir að vilja fá sér einn góðan sopa núna, þá veit ég ekki hvað. Valið, það orðið pínu erfitt eftir þennan þátt, en við ætlum að reyna að gera okkur besta og finna eitthvað gott.